aðeins á að segja mér, hvað flæðidans? Flæðidans dans þar sem þú flæðir og í raun og veru fylgir bara takti líkamans. Við dansum eftir tónlist sem sett saman, cirka klukkutími eða 1,5 og hún fer í svona bylgju. Og flæðidansinn hann, sem sagt, við byrjum rólega og tengjum okkur svolítið við jörðina og bara við umhverfið. Síðan fer svona aðeins að hraða á dansinum og hann fer nær sínu hámarki þegar hann í svona, þá tónlistin orðið mjög hröð og þá í raun og veru ertu svolítið að hreinsa allt út hjá þér og svona eiginlega bara svona missa sjálfa eða kasta af þér kápunni og losa tökin alveg en passar því samt alltaf að fara aldrei of langt og vera svona að hlusta líkamann líka. Síðan svona smá hægist aftur á tónlistinni, í raun og veru fylgir bara tónlistinni og það hægir svona smá saman og þá ertu í raun og veru bara búin að kasta af þér, búin að brenna allt af þér og ferð bara í svona uppbyggingu og svona það kemur gleði og sem enda síðan í góðri slökun. Og þegar við erum úti, þá hefum við eld og þá getum við brennt bréf eða orð eða bara svona þykjustuðbréf, bara tekið laufblað og hent á eldinn og losa þið við. Það svona hreinsunin. Og það gerir við eftir dansinn eða hvað? Það gerum við í raun og veru þegar við erum, bara í allan tíman, bara hvenær sem þú vilt. Hvernig kviknaði þinn áhugi á þessu? Sko, ég hef eiginlega bara frá því ég var krakki haft rosalega gaman að því að dansa en aldrei eiginlega svona hefðbundinn dans þó ég haldi alveg takt og ég kannti gömlu dansana en ég var oft að semja sjálf dansa og mér varst rosalega gaman að einhvern veginn bara að tjá mig og síðan hef ég líka rosalega gaman af tónlist og hef sangað með tónlist í gegnum ævina og ég hef alltaf bara svona hvað vill ég með þessu, eða hver tilgangurinn. Maður leitar ofta honum. Og síðan prófaði ég dans sem heitir 5-rytmadans í Reykjavík. Og það dans sem hefur verið þróaður í mörg ár af konu sem heitir Gabriela Ruth og hann svona fer í gegnum 5 rytma líkamanns. Hann byrjar í svona rólegheitum, fer síðan í eitthvað sem heitir staccato, kaos, lýrik, þá fer hann svona upp í bylgju og hægt og niður rólega aftur. En þar alltaf kennari og svona leiðbeinandi og tekur mörg ár að verða 5-rytmadanskennari. Þannig að þegar ég fór fyrst í þetta þá hugsaði ég þetta eitthvað sem ég hef bara búin að vera að bíða alla ævi eftir. Þetta var æðislegt. En svo bjó ég hérna fyrir norðan og það var ekki neitt svona dans þar og ég hugsaði þá bara, ég ætla bara að gera þetta einhvern veginn. Ég ætla bara að búa eitthvað til og leigði mér sal upp í Orkulundi og fór að vera, fyrst var ég að dansa með hóp sem var bara í svona klukkutími og við settum saman tónlist og ég setti saman tónlist og fann bara að þetta var bara ég og mér finnst þetta æði og þannig að ég fór bara að vera með upp í Orkulundi, Viðjölundi, svona flæðidans sem ég kallaði fyrst Vitality dans en heitir núna flæðidans. En hvernig nú ertu líka leiðsögumaður og mikinn áhuga á sögu og sögunni hérna á svæðinu og þú hefur blandað því svolítið saman við. Já, ég hef örugglega alltaf bara líka verið leiðsögumaður frá því ég var lítil og mér finnst alltaf gaman að leiðsegja og segja fólki, gefa fólki upplýsingar. Og ég líka, ég lærði sagnfræði í háskólanum og líka bókhaldsfræði og það felst mikið í því að upplýsa fólk. Og síðan þegar ég flutti inn á norður og fór að vera með þennan dans, þá svona nýverið eftir ég fór að starfa nánast 100% sem leiðsögumaður og þá hef ég langað til að gera meira með dansinn og tengja í raun og veru það sem ég og hefur verið að læra í gegnum lífið. Þessi leiðsögumaður og þessi sögu áhugi minn og líka bara ég hérna frá svæðinu og þannig svona kviknaði áhugi minn á að tengja þetta allt saman. Farðu aðeins yfir það hvernig þetta uppbyggt hjá okkur? Þetta þannig uppbyggt að við förum öll
saman á staðinn. Oftast hittust við á einum stað og förum síðan saman á staðinn. Og ég náttúrulega kynni mig og fer yfir sögu staðarins. Þar með ég svona að vera með sagnfræðina. Af því að mér finnst svo frábært eða gaman að vita, að þekkja aðeins staðinn sem þú ert að fara að dansa í. Ég hef trú á því að tengi þig betur við staðinn og það verður meira flæði. Og síðan hugsunin að fara líka aðeins í eða svona labbitúr staðinn. Það er svona leiðsögumaðurinn. Og svo þegar það er búið, að þá förum við á dansstað og síðan bara fyrir tónlistin á stað og allir byrja að dansa og það er allir bara að dansa eftir sínu svona eins og líkaminn vill, eins og þú vilt tjá þig. Og síðast en ekki síst að þegar við erum búin að dansa, förum í gegnum ekkert endilega þessa 5 rytma heldur samt þessa bylgju þar sem við förum rólega á stað og förum síðan svolítið í læti. Síðan alveg í lokin þegar slökunin er og þá kemur náttúrulega bara rólegt lag og við leggjumst þá mjög oft niður og bara svona, það er eitthvað mjög okkur en að kraftinu í jörðinni og þökkum síðan fyrir og síðan förum við við höfum farið þegar við erum í Grundarskógi þá förum við til Höddu í Fífilbrekku. Þá förum við oft í pottinn hennar. Þetta gerum við líka út á Hjalteyri daginn, þá dansum við bál og trommuslátt. Þá fórum við svo í pottinn og sáum hvali í lokin, sem var alveg magnað. En þú tengir þetta líka nýju tungli og tunglinu. Útskýrðu það aðeins? Sko á nýju tungli að þá nýtt tungli, nýtt start. Þannig að þá getur þú komið með eitthvað sem þú vilt laga og bæta og komið með þig inn í dansin og unni með það þar. Tengdi við hlutinn, tengdi við jörðina, farið síðan hægt og rólega og hugsað og hrært í málunum. Síðan ferði í hraðadansin og þá losar þið við allar hömlur og ferð síðan í uppbygginguna í rólheitin eftir hraðadansin og slaka síðan á og bara ert ný manneskja eftir. Og hvernig lýsir fólk þessari hvernig tilfinning er þetta og hvernig upplifir fólki sem hefur verið hjá þér í þessu Sko það hafa verið margs svona upplifanir en yfirleitt margir hafa komið bara mjög þreyttir og svona ætluðu ekki að nenna að koma en eftir dansin er miklu kraftmeiri, miklu orkumeiri og bara finna ekki fyrir neitt þreytu þegar þeir eru í dansinum og því líður líka bara þannig og ég get líka bara tjáð með sjálfa mig. Ég hef ekkert verið mjög svona framfærin manneskja gegnum tíðina en dansin hefur hjálpað mér rosalega mikið bara til þess að tjá mig og vera ég sjálf og ég myndi segja að það væri hvatning fyrir marga til að fara að stunda svona dans sem er út fyrir kassan og bara að þora að tjá þig og vera þú að standa með sjálfið þér og það finnst mér vera gríðarlega mikil sigur. En síðan hafa líka margir komið til mín í dans sem hafa átt við líkamlega svona erfiðleika eins og bakverk eða svona vöðva einhvern veginn verki og þeir segja að eftir dansin hafið þið sofið miklu betur og liðið miklu betur. Bara flæðið, blóðflæðið, flæðið í líkamanum einhvern veginn, það fer bara alltaf að streyma og þeir liðum bara miklu betur. Og mér finnst það bara að vera sönnun á það að allt sem er svona í raun og veru ekki bundið í eitthvað ákveðið einhvern ramma heldur þú fær bara að flæða og í raun og veru áttu eiginlega bara að gefa höfðinu svolítið hvíld, leyfa bara líkamann og öllum hinu að ráða, ekki hausnum, að þá gerist eitthvað sem að þú bara getur síðan bara lifa glöð með. Eru bæði konur og kallar í þessu? Já, það eru bæði en konur eru í meiri hluta en það eru alveg fastir svona 2-3 kallar og maðurinn minn er mjög ötull að standa með mér í þessu og hjálpa mér og dansa líka. Þannig að þetta er alveg fyrir bæði kynin? Þetta er að sjálfsögðu alveg fyrir bæði kynin. Hvernig getur maður tekið þátt? Já, sem sagt ég hef eiginlega bara aldrei auglýst þetta neitt. Ég hef einhvern veginn bara, ég hef ekkert endilega planið, ekkert endilega að gera þetta einhverju ælu batteri en endilega ná til allar sem vilja. Og ég hef bara auglýst þetta á Facebook, svona undanfarið. Þetta verður mjög líklega næst nálægt nýju tungli. Nýtt tungli núna
kringum 13. ágúst, 13. og 14. og þannig að ég hef svona verið að leggja grunn að því að hafa þetta 12. ágúst, miðvikudag. En ég er ekki 100% búin að ákveða stað, þannig að þeir sem hafa áhuga geta farið á Facebook og leitað eftir Flæðidans á Akureyri. Og kynnt sér þetta nánar. Já, og kynnt sér þetta nánar. Þar býð ég til viðburð og það er náttúrulega allir velkomnir, þó ég bjóð ekki fólki, af því að ég býð náttúrulega bara þeim sem eru vinir. En það er allir velkomnir og ég vona bara sem flestir mæti, af því að þetta er yndislegt að vera út í náttúrunni og tengja sig og bara njóta þessa sumars okkar hérna á Íslandi. Já, það er sól núna. Já, það er sól. Við höfum dansað í sól og líka rigningu og snjó. Dásamlegt. Takk fyrir þetta. Já, takk kærlega.